Já, góðan daginn. Það var að gerfuhnattabúnaðurinn á blaðsíðu 165-224 og ég ætla að fara hérna örlítið í gegnum þetta en að mestu leyti lesið bara blaðsíðuna sjálf og leysið svo verkefni sem ég er búin að setja á vefinn. En gerfuhnattabúnaðurinn, hann er sem sagt þannig að þið takið á móti sjónvarpsmerki til þess að horfa á eitthvað skemmtilegt heima hjá okkur. Merki sem er sendið gegnum gerfuhnött. Og gerfuhnettirnir sem sendu út þeir eru á þessu Clark-belti eða GSO-belti sem er í 35.786 km fjarlægð frá jörðu og þetta belti er má segja sé svona kjurt miðað við jörðu af því að það snýst á eða gerfuhnettirnir snúast á sama hraða eða á sömu gráðu og hérna jörðin afsakið. Þannig að það er eins og að gerfuhnettirnir séu kyrrstæðir miðað við einhvern ákveðinn punkt á jörðinni. Þannig að hnöttur sem við sjáum, til dæmis Astra 2D, hann er alltaf í einhver ákveðinni stefnu miðað við Ísland. Þess vegna getur hnötturinn á Íslandi eða gerfuhnattamóttakarinn verið kjör á Íslandi því að hnötturinn er alltaf kyrrstæður miðað við jörðu. Og diskarnir eða sendihnettirnir eru staðsettir á ákveðnum gráðum miðað við línu sem kallast Greenwich lína og það er lína sem liggur í gegnum London og þið sjáu hér á teikningunni að hér er London cirka og hér liggur þessi lína og við erum ekki á þessari línu, við erum aðeins vestan við þessa línu þannig að þegar það er að tala að einhver hnöttur eins og þessi hér, Hotbird sé á reyndargráðinu 13 gráðum austur þá sjáum við að við þurfum að bæta við þessum gráðum sem er hér frá Íslandi og að Greenwich línunni 13 pluss þessi 24,9 sem gerir 37,9 gráður austur við hásuður miðað við þann punkt sem við erum hér á Íslandi og þessi gráðufjöldi hér er greinilega aðeins minni ef við erum á Akureyri heldur en í Reykjavík því þá er línan aðeins brattari. Og þetta þarf að skoða frá hverjum stað fyrir sig þegar við að setja gerfuhnött hvar eru við staðsett miðað við þessa Greenwich línu sem eru þessar 0 gráður miðað við þessi gerfuhnattakerfi. Og töflunar í bókinni sem sýna þetta nákvæmlega miðað við alla hnetti sem eru að nást frá Íslandi þá er þetta að fletta upp þessum tækniupplýsingum og sjá hvert við eigum að stefna gerfuhnattamóttakara eða gerfuhnatadiski sem við erum að fara að taka á móti annarkvort Hotbird eða Eutelsat eða Astra eða Thor eða hvað hnöttur sem það er nú. Þeir eru allir í mismunandi svæðum á þessu svæði hér. En þeir eru allir staðsettir hér fyrir ofan miðbaug. Þannig að þeir eru allir lágum gráðufjölda miðað við Íslandi að við erum svo rosalega norðarlega og við erum sjálfur sér ekki beint í geislanum við erum ekkert markasvæði fyrir þessa kalla Ísland en við náum samt geislum sem eru vísaðir eða eru beint hérna yfir Norðurlöndin og yfir Bretland og Írland og meginhluta Evrópu þannig að við fáum að ná þessu merki sem er í boði þótti sem ekki alveg í þeirra mynd sem eru að senda út merki á gerfuhnetti. Og útsend afl á gerfuhnetti er til dæmis, það eru 3 tegundir af gerfuhnettum. Það eru low power hnettir sem eru 25 watt, svo eru medium power hnettir sem eru þá 50-70 watt og high power sem 120 watt. Og flest allir hnettir sem eru notað til að senda út til okkar móttakandana fyrir sjónvarpsmerki eru þessi 50-70 watta sendar. Stærri sendanir þeir eru notaðir í einhverju sérstökum fréttaútsendingum milli sjónvarpsstöðva og þess háttar en við erum að taka á móti hnettum sem eru með þessa medium power sendi. Til þess að ná aflinu til jarðarinnar í þessum 30 6.000 km fjarlægð þessum litlum vöttum 55-60 vöttum þá notum við svona parabólu spegla sem er bara eins og gerfuhnattamóttakarinn
og við sendum merkið frá LMB eða frá sendi unitinu í diskinn og hann varpar þessu svo öllu í einn ákveðin punkt. Hann sem sagt magnar upp merkið og til dæmis eins og við sjáum þarna á þessari glæru að merkið magnað 3000 sinnum. Þannig að 45 watta sending með parabólu loftneti eins og hér, þá eru í beinni stefnu mjög þröngu horni frá þessum disk eru 35 kilowatt. En ef við séum ekki með eitt spegil, þá eru 45 watt í allar áttir. Það svipað með halangurnperu sem er með spegli. Að vöttin eru kannski 20 en í ákveðin punkt þá eru margfalt miklu meiri birta. Þannig virkar þessir parabólu sendar sem eru á gerðnöttunum sem svífa hér í 36 km fjarlægð. Og stærð á móttökudisk það fer eftir því hvað netið er sterkt og hvað sendirinn er sterkur sem er að senda út. Og svo finnum við með fótsporum gerðnöttana hvað styrkurinn er mikill á okkar svæði. Og hér er stærð móttökudisks miðað við til dæmis 40 eða 46 eða 54 desibelvött. Þá þurfum við 45 cm disk eins og í Evrópu, við sjáum þar oft að það eru 40-50 cm diska til að taka mútið Sky Digital af því að styrkurinn er svo mikill í miðjum geislanum. En þegar við erum komin út í jaðarinn þá þurfum við alltaf að fá okkur stærri og stærri disk til að ná þessu merki. Og hérna sjáum við þessi fótspor gerðnötta og hérna er gefið fótspor fyrir Astra og þeir gefið upp í stærðum. Þannig að þeir sem eru inn í þessu miðsvæði hér, þeir eiga að það duga að nota 50 cm disk. En til þess Astra 1G, hann er bara alveg út fyrir Ísland, við náum þessum nett ekki neitt. En ef við skoðum til þess Astra 1F, þá erum við hérna í jarðinum á því. Þannig að hér erum við með, ef við notum 120 cm disk, þá eigum við að ná Astra 1F á Íslandi. En við komumst ekkert upp með að nota minni disk. Þegar geislinn hann er hérna alveg hann er súmar hérna á miðju Evrópu og við erum náttúrulega norðan í það og þess vegna erum við svona í jarðinum á þessu merki. Hérna er svo fótspor gerðnötta fyrir Hotsat, Eutelsat eða sem reka Hotbird og Eurobird og hérna sjáum við að þeir gefa þetta upp í desibelvöttum meðan Astra gaf þetta upp í stærðadisk þá er þeirra að gefa þetta upp í vöttum hér og það er nákvæmlega sama að innstýringurinn hér hann er þá þessi 56 vött desibelvött sem sagt styrkurinn hér og þá getum við farið hérna í listan hér og sjáum 56 það er sem stærra en þetta. Þannig að 40 cm diskur er nóg til að taka á móti Eurobird 1 hér á miðju útsendingasvæðinu. Og þannig má skoða og sjá alla netti sem er að senda sjónvarpsmerki, hvað þeir eru að senda sterkt merki, hvernig geislinn er vísað niður á jörðina. Og þetta svo fótspor gerðnötta fyrir Þór. Þór er norskur hnöttur. Það er norskt fyrirtæki Telenor sem sendir út Þór og þessi er að senda eins og við sjáum hérna yfir Norðurlöndin og styrkurinn hér á Íslandi er 44 desibelvött og miðað við það þá þurfum við svona 120 cm disk á Íslandi til þess að taka á móti Þór 1. Og þetta er hnöttur sem geymir evróskar og rosalega mikið af Norðurlandastöðunum og hérna flest allar og ekki allar Norðurlandastöðuna bara ásamt einhverju fleiri. Þá var diskloftnetin, þetta er tvær tegundir af disklofnetum, það er annars vegar Prime og hins vegar Offset. Prime diskloftnet snúa beint upp að viðkomandi gerðarnetti og geislinn kemur þá bara hér beint á diskinn, safna saman í disknum og kemur saman í eitt brennipunkt eða fókuspunkt þar sem LNB-nemin er og tekur á móti loftnetsmerkinu frá disknum. Og hinn-tegundin eru offset, þá eru þau offset frá beinni stefnu og þá safna þeir saman
merkinu hér og senda hann í LNB sem staðsett fyrir neðan diskinn. Og í þessu tilviki þá LNB-ið ekki að skyggja á, eins og þessi, merkið frá hnettinum, og það eiginlega nauðsynlegt hér á Íslandi af því að merkið svo veikt hérna á Íslandi og betra að hafa LNB fyrir neðan. Og offset diskar svolítið eingöngu notaðir á Íslandi til einkanota. Þá gefur merkið einmitt í þessari stefnu hér. Og hvernig virkar offset og hver munurinn á prime og offset? Það má segja að offset diskurinn sé bara lítill hluti af prime disknum. Hann sem sagt smá hluti fyrir ofan miðju, þannig þið breytum læginu. Svo við sjáum hérna að prime, það alveg svona réttur, kúptur flötur, en hérna við með flöt sem svona eins og efsti hlutin af disknum. Þannig diskurinn myndi halda áfram hérna, hann myndi fá sömu lögun og hér. Þetta svona efsti hlutin réttur á miðju, þar sem búið að taka fókuspunktinn og setja hann í stóran disk. Þannig vinnur offset loftnet. Og svo móttökuhornið, því sem diskurinn stærri, því þrengra móttökuhornið og því meira gain fáum við inn í diskinn og diskurinn nær að ná veikara merki á betri hátt heldur en minni diskur. Með að þrengja hornið og auka mögnunina. Til dæmis stærsti diskurinn hér, 240 cm, hann með mögnunum upp á 47,1 decibeli og móttökuhornið bara 0,78 gráður. Mjög þröngt og maður þarf að stilla þennan disk mjög nákvæmlega. Hann tekur mjög þröngt horn en með miklum styrk. Þess vegna þegar við erum með litla diska eins og 30 cm, 60 cm, þá móttökuhornið opaslega stórt. Notar þessi merki mjög sterkt og þá getur næstu hver sem stillt diskinn. Hann bara settur út á svalir og settur svona í sirka þá átt þar sem hnötturinn og myndin komin. En þegar við erum hérna í landiburtu eins og við Ísland, þá þurfum við að fá stærri diska og það þarf að stilla þá opaslega vandlega og vel til þess að ná þessu veika merki með mikilli mögnun beint í miðju disksins og í LNB-ið. Þannig að því stærri diskur, því þrengra horn. Hér sjáum við diskinn og hér sjáum við þetta græna hornið fyrir stærsta diskinn og þetta hérna grænbláa hornið fyrir minnsta diskinn. Og þá LNB. LNB neminn sjálfur. Þarna tekið á móti merkinu frá disknum. Diskurinn safnar merkinu saman, setur inn í LNB-ið og LNB-ið svo tengdu við gerandamóttakarann og merki ferðast með kaplinum inn í móttakara. Og blokkmynd af LNB, það svona að það kemur inn mismunandi merki. Það til bæði lóðrétt pólun og lárétt pólun og svo til háaband og lágaband eða efraband og neðraband. Það semst 4 bönd eða 4 svæði þar sem sjónvarpinu raðað á. Og þetta merki frá gennetunum svo opaslega hátt, það frá 10,7 gígarið upp í 12,7 gígarið og það ekki möguleiki að taka svona háa tíðni í gegnum kóaskapalinn. Eins og það hefur lært í loftskjárunum, þá hækkar tapið í kóaskapalunum því hærri sem tíðnin og munurinn á tapið í kapli sem var 50 megarið og því munið og svo kannski 800 megarið, það munaði gríðarlega miklu á tapinu í þessum tíðnum. Hvað þá þegar tíðnin komin upp í 10 gígarið, 10.000 megarið. Það alltaf mikið og þess vegna þurfum við að lækka þessa tíðni og það gert inn í LNB-inu með millitíðni. Það sett við merkið sem kemur inn, neðra tíðnibandi, það frá 950 megarið upp í 1950 megarið, eftir að það búið að setja við þessa stóru tíðni sem kannski 10,7 gígarið. Það búið að setja við hann sveiflugjafa upp á 9,75 og mismunurinn á þessu millitíðnin. Þannig að merkið inn kannski 10 gígarið, þá taka þeir og mínusa 9,75 gígarið við og fá út miklu minni tíðni sem á bili 950 til 1050 megarið. Og efrabandinu þá sveiflugjafinn 10,6 gígarið
og þá fá út tíðni sem er frá 1100 upp í 2150 megarið á þá millitíðni, og það er þá sem fer með kóaskapnum frá LNB-inu og niður í móttakarn. Og svo er það stýrirásinn sem stýrir þessu, og það er annars vegar 13 volt og 18 volt og hins vegar 0 kilórið og 22 kilórið. Og hér sjáum við hvernig við látum móttakaran stýra LNB-inu. Ef móttakarinn sendur út 0 kilórið merki á 13 volt, þá er LNB að vinna á neðra KV-bandi í lóðréttri pólun. Ef hann sendir 0 kilórið 18 volt, þá er LNB að vinna í neðri KV-bandi og láréttri pólun. Og ef stýrimerkið er 22 kilórið 13 volt, þá er hann komin á efrabandið, lóðrétt, og 22 kilórið 18 volt, efrabandið, lárétt. Sem sagt, 0 kilórið, þá erum við á neðra bandi, 22 kilórið, þá erum við á efrabandi. 13 volt, þá erum við lóðréttri pólun og 18 volt erum við láréttri pólun. Það er þessar 4 skiptingar, hérna á milli og hérna á milli, til þess að vita á hvaða tíðnum við erum að taka á móti merkinu og á hvernig pólun, lóðrétt eða lárétt. Þetta sjáum við betur í bókinu og getið lesið ykkur þetta, hvernig þetta vinnur. Síðustu hérna eru útfærslur á LNB. Það eru til einfalt, tvöfalt og fjórfalt LNB, sem það er 1 útgangur, 2 útgangar eða 4 útgangar út úr LNB-inu, og það er til annars vegar universal LNB eða LNB sem er ekki universal, heita bara LNB, annarkvæmt dual eða quattro, og það er þá fyrir fjölnotenda kerfi. En í einstaklingskerfunum notum við alltaf universal LNB, og universal þýðir það að öll þessi merki neðra og efra band og lárétt og lóðrétt pólun, svo við sjáum hérna appelsínu, gult, rautt, grænt og blátt, þau eru öll að koma út úr LNB-inu. Móttakarinn ræður hvað kemur í hvert sinn, en þeir geta tekið á móti öllum þessum tíðnum, hvort sem er lárétt eða lóðrétt pólun. En í fjölnótakerfum þá eru bara tekin út úr þessu hverjum útgang annað hvort eitthvað af þessu einu, lárétt eða lóðrétt eða efra eða neðra, og svo er það sett inn í matrixu og þaðan er stjórnað hvaða merki fer í hvaða móttakara sem er. Þannig að universal LNB er það sem við notum í svona einstaklingskerfum, og þegar við erum til þess að taka móti Sky Digital og við viljum geta tekið HD útsendingu og upptökumöguleikann, þá tökum við tvöfalt LNB og tengjum báða LNB-ana við tvöfalda móttakaran okkar og getum horft á allt sem er í boði á Skyinu. Þá er þetta komið. Ég vona bara að þið geti lesið þetta betur í bókinni og farið svo í gennum verkefnið og skila því fyrir laugardaginn næsta. Ég lengdi aðeins frestina því ég komst ekki að klára þetta. En annars bara gangi ykkur vel og takk fyrir.